Hjól atvinnulífsins snúast hratt á Suðurnesjum þessar mundir en slíkt var ekki upp á teningnum fljótlega eftir bankahrun. Staðan var verst á Reykjanesi og þá tóku atvinnurekendur sig á svæðinu sig til og stofnuðu samtök til að bregðast við ástandinu. Samtök atvinnurekenda á Reykjanesi, SAR, voru stofnuð árið 2010 og stóð Guðmundur Pétursson fremstur í flokki í því verkefni og var kjörinn formaður þeirra. Nú staðan aldeilis önnur og Guðmundur ákvað að stíga til hliðar og nýr formaður hefur tekið við samtökunum. Hann heitir Guðjón Skúlason og var þekktur körfuboltamaður á sínum tíma. Guðmundur, hvernig kom stofnun samtaka atvinnurekenda á Reykjanesi til á sínum tíma og hvenær var þetta? Þetta var sannarlega í febrúar þegar komu saman nokkur aðilar til þess að skoða hvað var þetta að gera. Það var ekkert að gera þá, mikið atvinnuleysi og svona þingsliðumönnum. Svo við fórum og skoðum hérna í sveitarfélögunum hvað var þetta að gera, dróðum að okkur marga menn og endum með stofnfundi á Ránni sem var í maí 2010 og þá voru 31 stofnfélagi. Svo fórum við í ferðalög sveitarfélögin árið þar og eftir en það var mikil deilsan sem var yfir. En svo fór þetta að þroskast og við fórum að gera samninga við ýmsa aðila eins og varðandi norðurslóðir og fórum austur að gera samning við atvinnuþróunarfélag í Eyjafirði og þá smá saman fara svona að koma og við sjáum hvernig í dag. Hér allt bullandi uppsveiflu, þó ekki allt okkar að þakka en við fengum að taka þátt í þessari uppbyggingu. Hvernig var og lýsir í stuttu máli staðan við stofnun þessara samtaka árið 2010? Hún var svolítið svona skrítin en þó við fórum strax með það að vera með borgarafund. Við vorum með 2 borgarafundi, annaðra sem við sögðum við ríkisstjórnina, hún að mæta og segja hvað þau ætla að gera í málum hjá Suðurnesjabúum og svo voru þeir boðaðir aftur 2 vikur seinna, aftur borgarafundur og það var fullt í stabanum og það má segja að það sé erfitt að halda svona borgarafund, þetta er viðkvæmt, en það tókst ágætlega og við komum okkar málum á framfæri og náðum þar góðum tökum. Staðan hjá fyrirtækjum og almenningi á Suðurnesjum rétt eftir hrun, hún var vægast sagt mjög slæm og eins og verst á landinu. Já, hún var það. Við vorum þá að renna inn í 12-13% atvinnuleysi. Þannig að þetta var mjög slæm staða. En þetta svona peppaði upp fullt af fólki og í dag yfir 200 aðilar tengdir samtökum atvinnurekenda, sem er bara mjög gott. Guðjón Skúlason, þú varst nú áður í 3 stiga körfubolta, við leyfum mér nú að segja svo, þú ert komin í þennan vettvang að taka við að Guðmundur sem formaður þessara samtaka. Hvernig leggst það í því? Þetta er náttúrulega stóri skór að fylla, en þetta er flottur hópur, þetta er sterkur grunnur, þetta er bara mjög góð staða eins og við erum í og ég held að með að við fundin í dag og það sem erindi sem við fengum frá honum Halldóri Benjamín, stöðuleiki, halda því sem við eigum og hlúa því sem gott er gert á Suðurnesjum og Reykjanesi. Það er það sem er kannski stóra verkefni hjá okkur og tengslanetið, allir sem vilja svæðinu vel eru velkomnir og við munum reyna að styrkja það bara í framtíðinni. Það er ekki hægt að segja að það hefur beint verið tala vel svæðið það leyti sem samtök atvinnurekenda á Reykjanesi eru stofnuð. Það vildi enginn flytja hingað og það var ekki mjög gott umtal. Þetta hefur breyst mikið. Gríðarlega og ég held að það sé þáttur í því að hversu öflugt fólk er hérna og viljugt í að snúa á málunum við og eins og við sjáum bara í dag að það vantar nánast við nefnilega, vantar íbúðir, það vantar í alla hluti og það er frábær staður að vera á. Við skulum þó gera okkur grein fyrir því að þetta getur breyst. Þannig að við þurfum að vera vakandi og það þurfa allir að spila með og atvinnurekendur eru bara gríðarlega stór hluti af þessu að vinna með yfirvöldum og Gummi, er eitthvað eitt svona stórt sem situr ofarlega í huga þér þessi tími frá því rétt eftir hrun og til dagsins í dag ef þú tengir þennan atburð við samtökin? Ég held að það sé hrynjandi sem er búin að vera síðan 2010 að við erum að tengjast alltaf sterkari og sterkari böndum. Ég man að fyrst ég hitti Guðjón, þá var þetta svona einn af fyrstu fundunum hjá SAR og þá kom ég ljós að hann var þá að stýra 900 manna batteri og þá spurði ég hvað segirðu, ekki vissi ég það, hélt ég vissi allt. Og þetta kannski segir mest samtök atvinnurekenda, það er þessi félagskapur, hann er að kynnast hvort öðru og er að segja frá. Og það er það sem styrkir okkur hérna á svæðinu. En þegar horfið svona til næstu framtíðar, ef við getum orðað að þannig, hvernig leggst þetta nú í því? Nú er mjög mikil þensla og það er líka mikill vandi eins og það er erfitt að vera með mikið atvinnuleysi.
Já, það vandinn að við fáum ekki að setja smá stýring á þetta. Þetta of mikið á skömmum tíma. En vandinn náttúrulega að þetta erfitt fyrir sveitarfélögin, innviðagreiningu og að koma þeim í gang. En eins og vana, við höfum séð þetta við munum leysa það. Við gerum það bara saman. Þetta gríðarlega mikið framönda, sko. Guðjón, þú ert að vinna hjá stórum aðila og varst að vinna hjá mjög stórum aðila, bæði fyrirtækin á Keflavíkurflugvelli og þið hafi verið að flytja inn fólk til þess að starfa fyrir ykkur. Hvernig hefur það gengið? Það gengi bara vonum framar og þetta er bara nauðsynlegt og eins og segi, þegar að þenslan og þetta stækkar svona gríðarlega sem kannski ekki hollt en við verðum einhvern veginn að bregðast við og fyrirtækinu að hafa lært allt hvort öðru, margir sem hafa farið mjög svipaða leið og okkur hefur svona reynst farsælt að koma þessu í gegn en kannski svona staðan í dag, það erfitt sko, menn halda sér auðvelt að stjórna þegar það góðæri, ég held að sé erfitt vegna þess að svo þegar harðnar á dalnum sko, þá þurfa menn virkilega að fara að taka á og ég held að við eigum að svona aðeins að horfa lengra fram í tíman, sjá erum við með öll eggin í sömu körfu, þurfum við eitthvað fjölbreyttara, þú veist, og svæði býður upp á svo mikið, við þurfum að vera opni fyrir þessu og við þurfum fjölbreytni til þess að takast á við ekki næstu 2 ár, ég vil horfa sko 50 ár fram í tíman.